Jæja, góðan daginn aftur. Ég held að við séum bara tilbúin að koma inn til þess að hefja þessa dagskrá. Ég heiti Arnar Már og ég ætla aðeins að fá að halda á spilunum minn á þessum fundi og stýrunum. Góðan og blessaðan daginn allsumul og verið hjartanlega velkomin á þannig viðburð Ferðamálastofu í tilefni af alþjóðlegum aðgengisdegi, Global Accessibility Awareness Day, eins og það heitir á frummálinu. Og það sérstaklega ánægjulegt að sjá svona marga að taka þátt í þessari mikilvægu umræðu sem tengir saman mannréttindi, gestrisni, góða þjónustu og snýst það hvernig við getum gert ferðaþjónustuna aðgengilegri fyrir alla. En það vitaskuld þannig að ferðalög eiga að vera fyrir alla. Það samt þannig að milljónir manna allan heim sem hafa bæði áhuga, tíma og fjármuni til þess að ferðast halda sig heima vegna þess að aðgengi víða mjög ófullnægjandi og hindranir geta verið í ýmsum toga. Það geta verið í umhverfinu, það geta verið í aðstöðu eða innviðum og það geta verið stafrænar til dæmis varðandi upplýsingagjöf eða jafnvel félagslegar. En áhrifin eru alltaf þau sömu að fólk upplifir að það sé ekki velkomið eða geta ekki ferðast á eigin forsendum. Samkvæmt alþjóða heilbrigðismálastofnuninni þá býr 15% mannkyns við einhvers konar fötlun. Og þar að auki þá fer, eins og við þekkjum, ört vaxandi hópur eldri ferðamanna heiminn og margir hafa tímabundnar eða varanlegar þarfir þegar kemur að aðgengi eftir eitthvað slys eða fótbrot eða hvað það nú er. Og þetta ekki aðeins mikilvægt mannréttindamál, heldur þetta líka stórt tæki fyrir ferðaþjónustuna. Tækifæri fyrir ferðaþjónustuna. Og það einnig þannig að gott aðgengi snýst ekki reglur eða skyldur, það snýst gestrisni, að taka vel á móti fólki, sína virðingu, skapa upplifun þar sem allir geta notið sín. Fyrirtæki og áfangastæði sem að huga að þessum aðgengismálum, þau ekki bara að bæta aðgengi fyrir ákveðin hóp, þau að bæta aðgengi og skapa betri upplifun fyrir alla gesti. Í dag þá fáum við að heyra tvö mjög áhugaverð sjónarhorn þetta mikilvæga mál og annars vegar frá notanda sem hefur ferðast allan heiminn og stattur núna í þessum töluðu orðum í Las Vegas í Bandaríkjunum og hann hefur upplifað aðgengi á eigin skinni, annars vegar frá og hins vegar fáum við erindi frá íslensku ferðaþjónustufyrirtæki sem hefur markvisst unnið að því að skapa aðgengilega upplifun fyrir sína gesti og staðið sig vel í þeim málum. Og ég vona að þessi stund verði fræðandi og hvetjandi fyrir okkur öll, ekki jafnvel einhverjar hugmyndir hvernig við getum öll lagt eitthvað að mörkum til þess að gera íslenska ferðaþjónustu aðgengilegri og betri fyrir alla. And now we'll switch over to English for our first speaker. It's a great pleasure to welcome Shane Hihorek. Shane is an Australian accessibility advocate, entrepreneur and content creator who has traveled extensively around the world as a wheelchair user. And through his work and social media platforms, he has inspired both travelers and businesses by sharing honest, engaging and insightful perspectives on accessibility and inclusive travel. We are very grateful to have him with us here today to share with us his experiences and thoughts on what truly makes a destination welcoming and accessible. Shane, I hope you can hear me. The floor is yours. Yes, hello everyone, and thank you so much for having me. I really appreciate the opportunity to chat with you all. As mentioned, I travel the world and I show what it's like to travel with a disability. And I've been doing it for the last few years. So today I'm going to start with just showing you a video, and it's a video about an airport and my experience getting on a plane. And one thing about Iceland is that it's definitely not surrounded by a lot of land. So everyone that comes and visits usually does it by plane. So I thought I'd start with this little video. And then after that, I can tell you a little bit about my story. So I'll see if I get my presentation up. Okay, excellent. And present. All right, I'll start with playing this one video.
The plane's literally about to start boarding and I'm still sitting here, and I'm just shocked that an airline can act this way for people with disabilities. Looks like I might be getting a boat to Korea. What's going to happen? I'm going to sit here and the plane's going to take off and I'm sitting here still? Yeah. So I've just arrived at Haneda Airport and I got the train, and it's such a treat to be able to get a train to the airport. Wheelchair. Why do I use a wheelchair? It's because I have a disability. Your wheelchair is electric. So there's two pieces. Two pieces. Yeah. Okay. This here, one piece, One piece of front side and. this wheelchair, one piece. Okay. Yeah. Can I check your battery? Yeah, lithium. Lithium. Yeah, 300 watts. Carino battery is one. How many? Well, it's two. So this has a battery and this has a battery. All two batteries and both carry-on. Correct. Can I check your wheelchair type? Wheelchair is here. Okay. So it's a manual wheelchair, Sorry, not a power chair. I'm so sorry. Your battery is 300 watts, but carry-on maximum one piece. So just to explain to you that this has a battery, and my chair, it operates on two batteries. And the batteries are all within carry-on requirements. So I will check the battery. Yeah. Sorry. 300 watt amp hour, 300 watt. And this drives the back of the chair. This is the details, but it's all on this form. That's the certification for an international flight. And I can't get around. I'm stuck in one spot without my mobility. Do you have perhaps items? I don't. Is everything okay now? Yeah. Is this going to take much longer? Because I need to use the bathroom. Now? Well, yeah, I need to go soon. I've been here for about 40 minutes now and I need to go to the bathroom. Now it's okay, but if you finish restaurant, come back to here. So I've just spent the last 45 minutes on the check-in counter and I'm still not checked in. So they're kind of telling me that I have to leave one battery behind, which means that one of my power assists, I just have to abandon and leave here, which is kind of funny. Looks like I might be getting a boat to Korea instead of flying. So I've been here for 1 hour now. So I've just had someone check all my batteries, take them all off, put them back on again. If you look behind me, everyone's almost checked in. I was the first one here and I still haven't gone through yet. Yeah, I'm sorry about it. First, sir, I want to check your battery on your back. So this one here drives my wheelchair. So where I can check is what? Yep, it's all on this piece of paper. You have two batteries. Think it'll be much longer? I mean, it's over an hour. Everyone's gone through. I'm still sitting here waiting. So everything is okay. Your seat is okay. Your boarding pass is okay. High five. Yes, but one of your battery is 160. But in Asian route, you can only carry one. So you have to left one battery in this airport. Maybe you can carry batteries on all batteries to the airplane. So as it is finished, you can go. So only one battery could be carried on. Yeah, but we want to know how to come to Japan. That's On a plane. I came here through Virgin Australia. Virgin Australia? Yeah, Excuse me, both lithium-ion battery, right? that's correct. Yeah. Yeah, we're checking in the Asian Airlines in Korea. Absolutely. Everybody is now checked into the flight, and I'm the only person left at the check-in desk. It's been over 2 hours, about 2 hours and 10, 15 minutes, and I've been sitting here still, and they still can't give me my boarding pass. Definitely very angry, upset, and frustrated, and I'm just shocked that an airline can act this way for people with disabilities. Haneda Airport captain, Asian airline captain, contact to Kimpo Airline. Please just let me do my day and travel. What's going to happen? I'm going to sit here and the plane's going to take off and I'm sitting here still? Yeah, so my boss is the two battery is carrying, it's okay. Okay, thank you. You're welcome. So today is maybe very, specialty. So boarding's right now. Yeah. So it's taken 2 hours and 20 minutes. The plane is boarding in like 1 minute. Where are we going? Okay. And they said that I can take my wheelchair
with battery onto the plane, but it's a special exception only today, and it will never ever happen again. So the plane's taking off, or about to take off. I still need to go to the bathroom before I get on the plane. It's pretty ridiculous. So it looks like I am going to be able to make the plane fly after all. The process is, it just, it really doesn't make sense. But look, we are getting on the plane to end my trip here in Tokyo, so win. So I thought I would start with just showing you a little bit about some of the challenges faced by people with disabilities and traveling. And I think that's a great example because it just shows that there are so many steps involved with being able to get people even onto a plane before people even make it to visit Iceland. Be able to just arrive at a destination can be very difficult within itself. So a little bit about my backstory. I grew up in Australia with 3 brothers and mum and dad in a place called Toowoomba, and we lived a very active lifestyle growing up. I used to be a surf lifesaver, spent a lot of time on the beach with family. I learnt to be a surf lifesaver where I patrolled beaches. So being active on the beach was something that was a big part of growing up. I used to do triathlons, play football. So very, very active family, and getting out and doing a lot of different sports. In 2007, that all changed in the swimming pool. I went into the swimming pool. I was in the spa section down the bottom, and I went to get out of the spa and into the pool. And as I went into the pool, I slipped on the ledge and hit the bottom of the pool. And next thing I know, I'd hit the bottom of the pool and I started drowning. And at this point, I'm laying in the water and my arms and legs weren't moving. And I thought to myself, if I just do nothing, I'm going to float to the top and catch some air. So I held on, hoping to reach the surface, and I never reached the surface. So unfortunately, I started drowning. When I hit the bottom, I hit my head, which then damaged my C5 and C6 vertebrae. And that's a very high level injury, which subsequently made me what's called a quadriplegic. And I was very lucky though, because after I had the accident, I was in a coma for 5 days, but I was lucky because I actually survived. And this is a photo of me. The photo on the right was one of the first photos taken after I came out of the coma. And there's my mum and dad on the left. And I'm sorry, there's Shane. also some. Can I Yep. share the photos? They're not on the screen Yes, are they? at the moment. Oh, one second. Let me try Yeah, to no work worries. out why that's happening. I can also do it for you if you want to. Is that coming through now? Yes. This is much better. Okay, great. It's always better to look at the slides rather than my face the whole time. I'll just go back just a few slides. So these are photos growing up, being active. This is the swimming pool where my accident took place. And next thing I know, I'm drowning in the water. These are the vertebrae that were damaged. And this is the photo just after I had my accident. So on the right is the first photo taken, and on the top left is a photo with me, my mum and my dad. And down below is the incision staples where they went in and put a plate into my neck to stabilize it. So at that point, I had very mixed emotions because I remember drowning, but I was so happy to be alive. So it was this happiness, but also this sadness of knowing that I'm going to be spending the rest of my life with a disability. But one thing I learned quite quickly is having a disability is that it's important to always look at the things you can do rather than the things you can't do.
And sadly, having a disability, there are so many things you can't do, but there are also so many things you can do. And one of those things for me is exploring and getting out and seeing the world. Since my accident, I've been able to travel to so many countries. I've been to Japan and South Korea and all over Europe. And recently I did a trip to Taiwan where I managed to go around the whole island of Taiwan, which was just absolutely incredible. And I've had some amazing experiences, some great experiences, but also some not so great experiences. And part of my travel, which is Wheel Around the World, is to capture those experiences. What is the good? What is also the bad? And sometimes what is the ugly? And it's a very raw experience showing what it's like to travel with a disability. This, for example, is a hotel in Nice that I booked, and I let them know that I have a disability. And when I arrived at the hotel, they then had given all their accessible rooms out to people that didn't have disabilities. This, for example, is a hotel in Taiwan that has itself advertised as wheelchair accessible, but the ramp is so steep that there's no way to safely get in or out of the room. But there's also been some fantastic experiences because when you look past the challenges, there is great enjoyment. And this is me with a baguette out the front of the Eiffel Tower in Paris. Now, I'm just going to share a quick video with you, and it's a video about a beach that I went to. And obviously the first video is a really heavy video, but I thought I'd give you something positive to show what a fantastic inclusive beach experience looks like. This is honestly the most amazing, incredible beach access setup I've ever seen in the entire world. I'm so excited. I'm actually heading to my first accessible beach in Europe, and it's here in Nice. And I've only just realized this morning that you need to make a booking. I would like to come and enjoy the beach today. Is that possible? Unfortunately, all the wheelchair accessible car parks are taken, so we had to park in a non-accessible park. And there's no room to get my chair out. So I'm gonna get creative. Are you ready? This is how you get out of a car park that's not accessible. At least one side is. Winner, chicken dinner. Whee! Let's go to the beach. All right, let's go see if I can find somewhere to prove my disability. Hello, bonjour. I called up and they said that I need to come and prove my disability with the card. Please. So this is my daybed, and I've registered now. It took me like 5 minutes to register, and the daybed is literally right on the edge of the path. And the matting here is called Moby mat, and it's so easy to roll over. I can spend the day here, and when I want to go into the beach, I just sing out to one of the volunteers and jump into a beach chair, and off I go into the water. Isn't that incredible? How amazing would it be if we had a service like this in Australia or the rest of the world? Faster, faster! I'm so strong. Oh my God, this is unreal. Wow.
That was such an amazing experience. And these lovely ladies have even come and brought the chair out here and helped me jump into it. And now I'm going back up to the daybed. It's secluded, it's not busy, and it's protected as well. What an amazing experience. Sensational. This setup here is just beyond incredible. And this entire section is for people that are older and people that need a little bit of extra assistance. And any person that needs help going to the beach can register to be able to come and use the beach here and participate in this wonderful program. The mayor here really cares about people with disability and the ageing population, and there is a need for older people to be able to continue to enjoy the beach. Can you imagine how wonderful it would be to have a beach access program like this at all major beaches around Australia? It would just be wonderful and would really show that Australia and Australian government and local governments actually truly care about our ageing population and our population of people that live with disabilities. To see the joy for people that are older and people with disabilities actually be included at the beaches is literally, it's emotional, it's special. Excellent. So I was hoping to show you that video with you because it's such a beautiful video and it shows what is actually truly possible when we work together and find ways to make tourism inclusive and activities inclusive. Then it means that everyone can be included. And when you compare the first video to this second video, they're worlds apart because it's a program that is designed to make sure that inclusion is fundamentally core in the design. So I know what you're thinking. If you're a tourism operator, own a hotel or tourism activity, a lot of people ask me the question is like, how can we change? How can we make sure that our experiences are inclusive and people have a great experience? Well, one of the first bits of help that one can do is information. When people with disabilities, we travel, we do a significant amount of research. So providing information on your website about what is accessible and what isn't accessible is really, really important. At the moment, I'm looking at booking a cruise. I've booked a cruise and I'm looking at booking activities in Alaska, but it's been very difficult finding a whale watching activity that's accessible because a lot of websites are accessible, a lot of operators are accessible, but they don't have the information. And some are too afraid to say that they're not accessible, so they don't put that information on there, which means that people then have to contact them to find out. Whereas if you put information online, then that certainly helps. If you're not accessible, it's okay to say that you're not accessible because at least people then know not to book your particular activity. And then if they book an activity that's accessible, then it means they're going to have a good experience. So one of the first things is always making sure that you've got good information about what the experience is going to be like for a person with the disability. And also keep in mind that there are so many different types of disabilities. So everyone's needs will be different. The second thing is when it comes to accommodation, and this is one of the hardest things for people with disabilities, is when you want to go travel, you need to sleep somewhere. And I've stayed at many accommodations over the years where a booking.com or another listing will say that it's accessible, but then when you get there,
you find out that it's actually not accessible. There are steps to get in, or the bathroom isn't accessible. So it's really important that if you do have accessible options, that you let people know. But also, if you're not accessible, putting that information online is also really important. But also making sure that where possible, that the accessible bedrooms are left available for people with disabilities, because usually a lot of people that don't have disabilities like to book an accessible room because it's got lots of space, even though they don't need that particular room. So finding ways to manage that goes a long way to make sure people have an inclusive experience when they visit your region. And then we've got the amenities, which is making sure that there are things like accessible bathroom, enough room to wheel around the bed, and just doing some research and working out, well, what can we do to make our hotel more accessible? Do we have a steep ramp getting in? This is actually in Nice when I was on a cruise in the Mediterranean. I was exploring the city, and it's great to have a ramp, but sometimes the ramps are so steep that they're not quite easy to use. But I always like to use the saying, any access is better than no access at all. And then also then asking people, would they like assistance? If someone's getting around and they look lost, or someone might need some assistance, it's always important to go up and chat to people with disabilities and say, hey, how are you going? How's your adventure? Can I give you some information? Can I help and support you? So that one is easy to do because you don't need to spend any money at all. You just go up and say, hey, how can we support you to make sure that you have a really fantastic time? But then also making sure all the activities people can be included in. This is quad biking in Taiwan, and I rocked up to a quad bike center. They had no idea I was in a wheelchair, and I just said, hey, I'd love to book this activity and do it. And they were like, absolutely. Some people see people with disabilities and they're like, no, you can't do this. But there's a lot of organisers of activities out there that they're happy to give people with disabilities the opportunity to be included. And so I booked this quad bike and I got to ride it along the beach, and it was such an incredible experience. And if the operator wasn't open-minded and inclusive, that experience would never have happened. So a lot of the time it's just gathering information and giving people that opportunity. I thought I'd open up and see if anyone's got any questions or, sorry, 1 second, I'll just stop sharing the screen. Excellent. So there are a lot of things that tourism operators can do to take steps to make sure that when people come to your region, that people can have a inclusive experience, whether that's through activities, accommodation, or receiving of information. So, like I said, my experiences have been extremely varied over the many 20 years that I've been traveling. But I do find that accessibility is always improving. It's something that it's a journey, and you're never going to ever be perfect. That's one thing that's really important to say when we talk about inclusive tourism, because you're always finding ways to improve. And it sometimes feels like you never get to that destination, but that's okay, because as long as one is always working towards better inclusivity and finding ways to make sure that everyone has a great experience, then that's what it's all about. Thank you so much for this, Shane. This is very inspiring, insightful, and moving, listening to your presentation. We think that your perspective and your experiences are incredibly valuable for us. So we truly we appreciate you coming to see us today. I was thinking there are probably questions or comments, and we don't have so much time, but and for all the guests on this event here, please, if you have a question,
there's a Q&A knob on top of the screen there on the Teams app. So just write your comment there, and hopefully we'll find the time in the end to bring them forward to you. So thanks again, Shane. I will switch over to Icelandic now. All right. Thank you so much. Yeah, thank you. So þannig að við ætlum að færa okkur aftur yfir í íslenskuna núna og eftir þennan fróðlega erindi frá honum Shane, þá næsti fyrirlesari okkar Vilborg Árna Árnadóttir. Hún upplifunar- og markaðsstjóri hjá Sky Lagoon, og Sky Lagoon hefur vakið verðskuldaða athygli fyrir að hafa staðið sig vel og metnaðarfulla nálgun sína þegar kemur að upplifun gesta og staðið sig sérstaklega vel í að huga að aðgengi fyrir alla. Og Vilborg ætlar að segja okkur aðeins frá þeirra vegferð og hvernig fyrirtækið hefur unnið markvisst að því að bæta upplifun og fyrir ólíka gesti sem að koma að sækja lónið heim og svona fyrir að sýna á þetta mikilvæga mál. Vilborg, ást að gera svo vel. Já, takk. Herri, ég ætla að byrja að fá að reyna að deila hérna glærunum. Má ég sjá? Þið sjáu glæruna núna, er það ekki? Það ekki? Ok, frábært. Já, hæ, ég heiti Vilborg og ég hef reynda nýlega tekið við sem gæða umhverfis- og öryggistjóri á Sky Lagoon. I first want to switch it over to English a little bit. I want to say thank you, Shane, for your talk. I learned a lot. It was really inspiring. And if you're ever in Iceland, we would love to welcome you to Sky Lagoon. So please reach out to us. That will be amazing. Now. Já, ég ætla sérst að fá að bara fara örstutt yfir aðgengismálin hjá okkur í Sky Lagoon og meira bara einmitt að tala svona örstutt vegferðin okkar og tala þær áherslur sem við höfum sett í rauninni bara alveg frá upphafi, frá því við byrjum fyrir 5 árum. En einmitt í ferðaþjónustunni þá aðgengi bara óaðskiljanlegur hluti af upplifun gesta og einmitt sérstaklega síðustu ár það hefur alveg orðið mikil hreyfing í þessum málaflokki og margt breyst til hins betra. En við í ferðaþjónustunni á Íslandi eigum samt svo ótrúlega mikið inni og getum gert svo margt miklu betra og einmitt það er svo ótrúlega mikilvægt og mjög gaman einmitt að fá að vera í dag á þessum fallega degi, Global Accessibility Awareness Day, og fá að ræða aðgengi. Þannig að já, ég ætla bara að fá að byrja. En já, eins og ég sagði, þá leggjum við mikla áherslu á jafnt aðgengi fyrir öll. Einu var sjálfsög og allir færni, þörfum, kynhneigð og svo framvegis. Og öll eiga að upplifa sér velkomin hjá okkur og eiga að geta farið í gegnum ferðalagið okkar á sem allra þægilegasta og öruggan hátt. Skiptir miklu máli. Aðgengið einmitt hefur verið frá upphafi verið hluti bara af okkar grunnstefnu og Sky Lagoon og við lítum einmitt bara á þetta sem rosa mikilvægan þátt í að bara veita gæða og góða þjónustu. Við viljum líka að allir okkar gestir geti komið og notið sömu þjónustu. Og það var einmitt þess vegna að við hönnun á Sky Lagoon og þegar við vorum að byggja Sky Lagoon þá gerðum við rosa mikla kröfu til okkar sjálfa aðgengi og til þess að standast þær kröfur meðal annars þá erum við rosa óhrædd og erum ennþá í dag að spyrja spurninga og fá fræðslu frá sérfræðingum en við unnum sem sagt með fulltrúa frá Sjálfsbjörg sem kom bara beint að hönnunarferli hjá Sky Lagoon og þetta var og góða aðstöðu fyrir okkar gesti með auknu aðgengi. Og við erum svo stolt af þeirri aðstöðu sem við getum boðið upp á í dag, en einmitt, mér langar að taka það fram að við erum alls ekki fullkomin og við erum bara stöðugt, þetta vegferð sem við erum stöðugt að reyna að bæta okkur í og það einmitt markmið okkar að gera aðstöðuna og aðgengi alltaf enn betra. En hér sjáum við aðgengissvítin okkar og hérna bjóðum við upp á rúmgóða sérklefa með öllum nauðsynlegum hjálparbúnaði og þetta í rauninni bara einkaklefi sem inniheldur 6 læsilega skápa og svo erum við með fleiri skápa líka fyrir framan aðgengissvítin okkar og þetta gerur okkur meðal annars kleift að taka móti mörgum gestum yfir daginn sem þurfa aukið aðgengi. Þetta rosa rúmgott svæði, þannig erum við með bjöllu eða þarf að kalla eftir aðstoð. Við erum með hindrunarlaust aðgengi að öllum sturtum þarna inni, við erum með færanlegan stól með bæningslár við sturtu og salerni og rúmgóðan bekk og margt fleira. Þetta ekki tæmindalisti, þannig að þetta
þessi svíta hefur reynst okkur mjög vel. Og svona eitt sem langaði líka að koma inn á að þegar við vorum að hanna aðgengissvítan okkar, þá skipti það líka mjög miklu máli að hönnunin og þessi tilfinning sem við viljum vekja í gegnum ferðalagið og þessi sami hlýleiki sé líka í aðgengissvítinni. Þá getur verið minni upplifun að fara í aðgengissvítina heldur en að fara til dæmis í samanklefan okkar. Og þetta eitthvað sem skiptir mjög miklu máli og þetta eitthvað sem við höfum fengið svona sem feedback frá okkar gestum og þeir hafa sérstaklega bent á þetta. Og þetta skiptir okkur rosa miklu máli að við séum aldrei að bregða út af þessari samræmdu upplifun og þessari tilfinningu og hlýleika sem við viljum að gestunum okkar yfirgefi með. Maður sjá, svona. Já, hér sjáum við svo aðgengi að lónin okkar. Við erum sérst með laugalyftu. Henni eru náttúrulega bara tekið gott aðgengi í og úr lóninu og þarna mjög gaman að sjá að þannig verður rosa góð að ferla hjá teymin okkar og þar erum við með allt á hreinu þegar kemur bara svona samskiptum, þannig að þegar kemur gestur til okkar og þarf að nýta sér lyftuna, þá rosa svona flott ferli sem fer á stað að sjálfsögðu bak við tjöldin sem engin annar finnur fyrir, þar sem við bara erum að eiga samskipti í talstöðar og láta vita þegar við þurfum að vera viðbúin að aðstoða við lyftuna. Hér sjáum við svo aðgengi að kaldapottinum okkar og skjól upplifunni eða 7 skrefa ritjólinu sem við bjóðum upp á í torfbænum okkar. En þetta sérst færanleg lyfta sem við getum fært á milli fyrir gestin okkar og hún fer alla leið ofan í kaldapottin líka sem mjög mikilvægt að fólk getur farið í gegnum öll skrefin sem við bjóðum upp á í ritjólinu okkar. Svo erum við líka með afnota fyrir alla gestur okkar og þetta sem sagt hjólastóll sem að þolir rosa mikinn hita, þannig að til dæmis að þau fara inn í sánuna þá ofhitnar í rauninni hjólastólinn ekki og þetta náttúrulega mjög mikilvægt að hafa þetta í huga því annars væri einfaldlega ekki hægt að fara í sánun okkar eða blauðgufuna. En að sjálfsögðu ef gestir vilja nota sinn eigin stól þá að sjálfsögðu aðstöðu við þau við í rauninni að ferja hann á milli þá einkaklefans og yfir í torfbæinn okkar og svo tilbaka. Það að sjálfsögðu í boði líka. En já, aðgengi snýst að sjálfsögðu ekki bara lyftu og rampa og búnað. Þetta snýst bara eins og hefur komið fram áður, bara alla upplifuna og það sé gert ráð fyrir aðgengi í öllum snertiflutum. Og við hugsum þetta svona og við hugsum þetta þannig að þetta þarf að vera frá fyrstu upplýsingum til brottfarar eins og Shane kom líka inn á áðan. Þannig horfum við líka rosa mikið og það er mjög mikilvægt fyrir okkur hvernig við eins og okkar að öllum sem sýnd hlýja og virðing og við venjum okkur einmitt á að spyrja fremur að gera ráð fyrir þörfum fólks. Við leggjum líka rosa miklu áherslu á að þjálfa starfsfólkið okkar og teymið okkar og fáum viðeigandi fræðslu þegar kemur að bara þjónusta gesti og til dæmis þá með hreyfihömlun og bara til að gera upplifunina sem allra ánægjulegasta. Við horfum líka mikið til aðgengismála þegar kemur að heimasíðun okkar, meðal annars bara hvaða letur við notum og fórum í gegnum bara alla notendu upplifuna á vefnum, allar merkingar í innanhús og svo skiptir einmitt rosa miklu máli eins og Shane kom inn á líka og það það sem við höfum fókusað mikið á að það sé auðvelt að finna allar upplýsingar á heimasíðun okkar. Þannig að við erum til dæmis með okkar stefnu í aðgengismálum og við erum með allar upplýsingar og við setjum svona, erum með bækling á okkar vef þar sem við förum bara yfir aðgengið í auðvitað lesið til hvað í boði og hvernig við tökum á móti gestunum okkar. Og svo þessi síðasti punkturinn, það einmitt að fólki líður og finnir fyrir öryggi og allt umhverfið og ferlar styðji við þetta sjálfstæði og öryggi og velíðan gesta. En já, við höfum lengi verið líka í góðu samstarfi við ÖBÍ, Öryrkjabandalag Íslands og sérfræðingar þeirra fóru á einum tímapunkti yfir aðgengi okkar í heild og bent okkur bara á tækifæri til úrbóta og hjálpa okkur að leggja bara svolítið svona traustan grunn að enn betra aðgengi og þetta samstarf hefur verið okkur mjög dýrmætt og skipt okkur sköpun og við eigum ótrúlega gott samstarf við ÖBÍ enn þann dag í dag og þar má til dæmis dæmi nefna að við fengum skilti frá þeim í gjöf í fyrra til að merkja stærra bílastæði, aðgengisbílastæði sem eru með hjá okkur og voru með fyrir vegna þess að það
þurfa á lyftubúnað að halda auðvitað að komast inn og út úr farartækjunum sínum. Þannig að við vorum mjög stolt af þessu og þetta var hátíðleg athöfn þar sem að bæjarstjóri Kópavogs kom og tók á móti skiltinu með okkur sem var mjög skemmtilegt. Og svo eiginlega get ég ekki talað aðgengi nema að fá að fara örstutt inn á hinsegin samfélagið. En við vorum fyrsti baðstæðurinn til að bjóða upp á kynhlutlausa klefa. En það sérbúningsklefanir okkar sem eru kynhlutlausir og við ferlið okkar þannig að ef að kynsegin gestir sem eru þeir sem að skilgreina sig utan tvíhyggjukerfisins, ef þau hafa keypt sér til með saman aðganginn sem þá almenningsbúningsklefar, þeir eru alltaf hvattir til að láta okkur vita annarkvort við innritun eða fyrirfram og við uppfærum þá bókunina í sér aðgang eða kynhlutlausa klefa án alls aukakostnaðar. Og þetta bara skiptir gríðarlega miklu máli að gera ráð fyrir þessum hóp líka. Svo kölluðu hinsegin heiti sem eru bara okkar viðleitni til hinsegin samfélagsins. En svo erum við líka gaman að segja að við erum einn stærsti styrktaragi hinsegin daga og höfum stutt hátíðina frá upphafi og gerum það í ár. Og við reynum líka alltaf að leggja áherslu á inngildandi málfar í alli miðlun og þetta eitthvað sem við erum sífellt að eiga okkur í líka og skiptir miklu máli. En við urðum líka fyrst allra íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja til að hljóta viðurkenningu fyrir gott aðgengi á vegum Ferðamálastofu og þessi viðurkenning við tökum henni bara sem svolítið svona skýr staðfesting á þeirri bara faglegu og samstilltu vinnu sem við höfum farið í alveg frá upphafi og bara þeirri framtíðarsýn sem við höfum og höfum alltaf haft að skælingun sé raunverulega fyrir alla. En á sama tíma þá minnir þessi viðurkenningur okkur líka á punktur. Þetta bara ótrúlega mikilvægt skref í vegferð sem er aldrei endanleg og aðgengi bara lifandi verkefni sem stöðugt í þróun og við erum bara mjög ákveðin í að halda áfram að læra og hlusta á okkar gesti og aðra og bæta okkur. Og á sama tíma þá höfum við vissulega gert mjög góða hluti og unnið verkefni vel fyrir til dæmis hreyfihamlaða. En þá eru samt aðrir hópar sem við erum ekki að standa okkur vel í og það til dæmis næsta verkefni hjá okkur og okkur langar að bæta aðgengi fyrir blinda, sjónskerta, heyrnarlausa og heyrnarskerta. Og við erum líka að skoða að innleiða sólblómabandið, ef þið þekkið það. Það fyrir gesti sem eru með ósýnilega fötlun og þetta til dæmis eins og þeir sem eru með heilabilun, einhverfu, lesblindu eða álíka. Og þá geta gestir fengið þetta sólblómaband. Sjálfa á fræðateymið okkar að þarna sé einstaklingur með ósýnilega fötlun og þarna þurfi bara gæti þess að þau gætu þurft viðbóta tíma, einhverja aukna þolinmæði, aðstoð eða bara skilning yfir höfuð. Þannig að þetta mjög spennandi verkefni sem við erum að vinna í núna. En það var ekki fleira frá mér í bili, þannig að bara aftur takk kærlega fyrir að leyfa okkur að taka þátt og vera með erindi. Og til hamingju með daginn. Takk fyrir mig. Takk Vilborg, Ásta, virkilega áhugavert að heyra ykkar sögu og bara til hamingju með virkilega góðan árangur í þessu mikilvæga máli sem að ég held við verðum að segja að mörg okkar svona átta sig ekki á en eins og segið þetta ferli og sem að líkur henni aldrei. Sean, I hope you're still with us. And I don't know if you can see the Q&A showing up on the screen, but there is one question here intended to you. And the question is, what method works best for you when people don't understand your accessibility needs? Ég held að það dottin út, við sýnist hann dottin út? Já, ok. Hann ekki með okkur lengur þá bara á... Það út af fundinum? Bara út af fundinum, já. Ekkert mál. Heyrðu, já, en þá bara held ég við sem komin að svona leiðarlokum hjá okkur í dag. Þetta búið að vera virkilega áhugavert og gaman að heyra þessar tvær sögur og virkilega fróðlegt og gagnlegt og við þökkum þig kærlega fyrir að vera með okkur í dag. Og vonandi þá hefur þessi viðburður vakið einhvern innblástur og hugsanlega nýjar hugmyndir hvernig við getum stuðlað betra aðgengi í ferðaþjónustu. Oft þarf ekki stóra breytingar til. Þetta þarf
ákveðna vitund, vilja, sýn og skilning á ólíkum þörfum ólíkra gesta. Og mér langar náttúrulega að misnota aðstöðu mína og minna á verkefni gott aðgengi í ferðaþjónustu sem að Vilborg minntist á áðan, sem að við tökum þessi mál alvarlega og reynum að setja fókus á þennan málaflokk. Og þetta verkefni sem að Ferðamálastofa býður ferðaþjónustuaðilum að taka þátt í að kostnaðarlausu og markmiðið að styðja fyrirtæki í þessari vegferð, að bæta aðgengi sitt með, og við veitum hagnýta leiðbeiningar, gáttlistum, fræðslu sem að getur nýst vel til þess að fara yfir aðgengismálin hjá fyrirtækjum og aðilum til að stíga þá frekari skref í átt að betri þjónustu. Og upplýsingar þetta verkefni að finna á heimasíðunni okkar, þannig að endilega kíkja á hana og ykkur að sjálfsögðu það velkomið að vera í sambandi við ykkur og við svörum hæl. Ég vil líka hvetja ykkur til þess að kíkja á samfélagsmiðlana hjá Shane og svona skoða hvað hann að gera og svona hans sögur sem hann segir þar. Þetta virkilega áhugavert og fróðlegt. Ef það eru ekki fleiri spurningar eða athugasemdir, þá vil ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að komuna í dag og vera með okkur, og við vonum svo sannlega að sem flestir haldi áfram í því að gera íslenska ferðaþjónustu betri og aðgengilegri fyrir alla gesti. Er það ekki? Gaman að sjá okkur og takk kærlega fyrir góða stund.